Frábært að fá þig heimsókn. Takk fyrir það. Þú drekkur ekki kaffi, ég ætlaði að bjóða þér upp á kaffi. Nei, ég hef aldrei drukkið kaffi. Svo sjaldan að maður hitti stjórnmálamenn eða fjölmiðlamenn sem að drekka ekki kaffi. Já, einmitt. Já, og ég svo sem verður alveg verið við það að fólk býst, alltaf það sem maður kemur býst við, ef mann búið kaffi en ég drekk te og biðstundum te. Og þá lagt á borð fyrir mann alls konar eitthvað jurta og jarðarberja og skógaberja. Þannig ég þarf að byrja að segja, þetta ekki te, þetta eitthvað svona infúsjón, eitthvað ávaxta infúsjón. Þannig ég bara mjög ánægð með bara Melroses eða bara eitthvað svart te. Svona English breakfast. Já, eitthvað svoleiðis. Þannig ég drekk það, en ekkert svona sérstaklega háði, en... Og ekki, þú ert ekki nokko eða, þú ert ekki koffínfíkil? Jú, ætla sér kannski já og nei, ég hef nú alveg tekið heilt ár til dæmis að drekka góðstykki, drekka Coke Zero og Collab og eitthvað svoleiðis, en já, hitt hef ég ekki prófað, en bara því að mér finnst það gott, en ég veit ekki hvort ég koffínfíkil, því ég virðist nú alveg geta sleppt heilum degi án þess, Já, þá veistu það ekki. Nei, en ég held, ég samt innbyrði svolítið mikið á koffíni, svona orkudrykkjum og svona þegar maður er á æfingu og Já, þá koffín í því, Mér langaði að tala um æfingarnar við eftir, liftingarnar og svona, en mér langaði ekki að byrja bara á, ég held að ég alveg búin að nefna þetta alltaf oft í þessum þáttum og þá gjarnan með Brynjari Níelssoni. Já. Og það var svolítið oft sem ég var einhvern veginn, þessi COVID-tímabilir og þá mér fannst þið svolítið vera samviska Sjálfstæðisflokksins, að þið voru fólki sem sögðu það sem aðrir voru að hugsa en þorði ekki að segja. Og ég held einhvern veginn ef ég væri flokksbundin sjálfstæðismaður að þá hefði ég verið ánægðastur með ykkur Hvað þú veist þetta bara í karakternuðinum að segja það sem þú hugsar að því það ekki sjálfgefið af þessum 63 þingmönnum sem sitja núna, þá myndi ég giska á að svona 45-50 af þeim eru ekki mikið í að segja það sem þeir hugsa ef það gæti verið óvinsælt. Já, lætur þetta svolítið hljóma eins og maður sé bara svona hömlulaus og bara láti bara allt vaða og ég taki það nú fram, ég segi svo sannarlega ekki allt sem ég hugsa en ekki að því að ég sé með einhverja brjálaðar hugsanir eða þannig en það þó þannig að maður þarf auðvitað að velja sér slægi, maður getur ekki kannski, og ég hef alveg fengið að heyra það hringir í mig fólk og segir akkur sagður ekki þetta, akkur gerir þú ekki þetta og mér að brjála, og þá þarf maður að útskýra fólki, maður verður að velja sér slægi, annars væri maður bara crazy person, eins og sagt maður getur ekki verið í öllu. Nei. Og maður svona velur sér einhverja slægi og svona, en auðvitað í einhverjum svona stórvægilegum málum auðvitað vill maður segja sína skoðun, hafi maður eitthvað skoðun, auðvitað þannig að maður hefur ekki, vinir mínir segja sem, þú hefur nú skoðun á öllu, segð þú nú Sigga, hvað finnst þér, þú hlýtur nú að hafa skoðun á þessu, auðvitað hlýti ég ekkert að hafa skoðun, þetta fullt af málum sem ég hef ekki skoðun á, Nei. Og ég hef alveg skilning á því að annað fólk hafi ekki skoðun á alls konar hlutum, bara af því að það hefur ekki áhuga á því eða vill ekki hafa skoðun af því að það ábyrgt og vill setja sér inn í mál og hefur ekki tíma til þess eða nennir því ekki eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það ekki þannig að ég tjáum allt en jú, þegar maður er í stjórnmálum og þegar ég var þingmaður og ráðherra þá auðvitað reyndi maður að setja sig inn í sem flest mál og ekki kannski bara mál, sérstaklega þegar maður er ráðherra þá finnst mér skipta máli að menn týnist ekki bara í sínu málaflokki heldur reyna að hafa aðeins yfir fleiri þætti til þess að fá okkur á svona heildarmynd af hlutum vegna þess að það alveg þekkt vandamál í stjórnmálum að mönnum hættir til að einangrast í annars vegar bara því sem þeir hafa sérstakann áhuga á einhverjir verða allir bara svona eins máls stjórnmálamenn þá nú reynda að vera stofnar heilu stjórnmálflokkar bara eitthvað eitt mál og það annars vegar semst áhuga sviðið og svo hins vegar bara þegar menn þetta með svo fari ráðuneyti og bara hafa umsjón með tilteknum málaflokki að þá þetta vilja menn vanda sig og það fyrir öll orkan í nákvæmlega bara það en það auðvitað ekki gott að því stjórnmálamaður hvort sem hann er ráðherra eða þingmaður hann verður auðvitað að hafa aðeins víðara sjónarhorn og missa ekki sjónar á öðrum þáttum en einhverjum örfá málaflokkum En hvað mér langaði svolítið að ræða við það sem mér hafa gerst svolítið, ég er nýbúin að fá hana Diljá Mist hérna
og þá einmitt svo áhugavert að, þú veist, hún einhvern veginn, af því að hún kannski svolítið eins og þú þegar þú varst á þingi og Brynja Níelsson, hún segir hluti sem margir myndi ekki segja, þá er hún allir óvinnur ákveðins hóps, óvinnur feminista og svona, en á sama tíma hún sko að láta sig varða málefni kvenna í Íran og hérna, og þá svo, mér er svo áhugavert og bara því þú ert búin að vera sko nógu lengi í stjórnmálum til þess að hefur þetta alltaf verið þannig, eða það nýtt að nálina, mér finnst svo sko, við erum komið svolítið á þann stað að ef ég veit skoðunina á einu máli, þá get ég bara giska á alla línuna, því þú ert í ykkur liði og þá hérna þannig að ef þú gefur upp hver skoðunin í útlendingamálum þá get ég líka giskað á bara næstu málaflokka alla í röð og mér finnst það svo sorglegt ef þú ert orðin þannig einstaklingur að þá ert ég raun og vera að segja að þú tekur ekki sjálfstæðar ákvarðanir eða ert ekki með gagnrýna hugsun í hverju máli fyrir sig, heldur ert að tilheyra einhverju klíkur sko. Þú ert að tala semst fólki sem að leggja mat á einhvern stjórnmálamann eða eitthvað svona. Eða stjórnmálamenn sjálfur sko. Já, ég held nú reyndar að ég er ekki besta manns að leggja mat á það, en ég held að ég hef nú oft komið pólitískum anstæðingum mínum á óvart sko, í afstöðu til ýmissa mála. Þannig ég er ekki vissum að kannski menn geti lesið alveg í hvað... Nei, en ég veit það, ég veit að þú ert þannig, en hvað er það að... En þetta er þetta bara svona, ég held að þetta sé nú bara almenn leti, sko, hjá fólki, ef það tekur eitthvað og dæmir eitthvað út frá einni afstöðu, einni skoðun og gefur sér að viðkomandi hafi hinn og þessa skoðun í alls konar málum, auðvitað er það bara leti, sko, það er bara, það hluti af þessu að fólk bara nennir ekki að kannski... þú veist, setja sig inn í hlutina sko. Og ég held að þetta hafi kannski, ég er nú ekki dómbari á það langt aftur í tíman í stjórnmálum, en auðvitað hafa alltaf verið svona menn verið teknir fyrir í stjórnmálum sko, af pólitískum andstæðingum, öðrum kjörnum fulltrúum og eins líka almenningi, ég menna þar er þetta, ég menna almenningur heldur upp á suma stjórnmálamenn og hérna finnst gaman að höggva í ykkur aðra og svoleiðis. Stundum gefa menn færi og tilefni til þess en hérna ég veit það ekki, og í dag er auðvitað allt annar tíma heldur en hérna áður, það er bara svo auðvelt fyrir fólk og auðvelt fyrir stjórnmálamenn að koma skoðunum sínum á framfæri sko. Þannig að það er auðvelt það á að vera auðvelt fyrir stjórnmálamenn að rétta kúrsinn ef svo ber undir, ef þeim finnst einhvern veginn að sér vegið. En margir auðvitað stjórnmálamenn veigra sér við það. Þeir veigra sér við að einhvern veginn bjóða upp á umræðu. Og ég var hérna og þá auðvitað þá myndast þessar skotgrafir. Ég var einmitt í dagmálum í Mogganum í vikunni og verið að ræða þetta mál sem er búið að vera í umræðunum palestínsku fjölskylduna sem á dreng fatlan og í brottvísununa. Og ég skrifaði þetta status, ég nenni nú ekki að setja minni öll einhver einstök svona mál, en að þetta var það í Spán og ég þekki nú Spán ágætlega að þá fór svona að skoða þetta fullyrðingarnar, með einhvern veginn ofbuðus og fullyrðingarnar að það væri svo hættulegt að vísa einhvern til Spánar sko. Ég mitt las hennar status hjá þér og mér finnst þetta svo frábær vinkillinn í umræðuna sem er einhvern veginn að það verður svo rosalega tilfinningahiti og allt þetta og þá er þetta kannski svona mál sem er í nokkrum lögum og eitt sem að maður geti kannski sett herðu, þú ert að rífa hann upp úr rúmin á spítalanum svona seint kvöld eða nótt það er králega eitthvað sem að í mínum huga ætti að gera betur og öðruvísi. En þetta er sem þú ert að segja með brottvísununa að það bara vantar alveg inn í þessa tilfinningaheitu umræðu að það er ekki verið að senda nýna en ræðilegar aðstæður. Nei, og það sem sko, og bursið bara frá þessu máli sko, og málsvartökum þar og svona en þá, og ég tók eftir að það bara mikil viðbröð við þessum hérna þessum status sem var nú ekkert langur og ekkert neitt ítalegur, en ég var bara að benda nokkur atriði og linkaði á þessu úrskurði sem umræddi og ég var að nefna það sko í dagmálum að það sko í þessari umræðu að fólk þyrstir alveg í svona máli þá þyrstir þetta, þá vill fólk fá að vita eitthvað aðeins meira, býtu hvað, akkur þarf þetta að vera á svona eins og þú segir, fólk heyrir annars vegar upphrópaninnar hjá aktivistunum sem að standa á garginu sko út á götu með einhver slagorð að einhver bara eigi heima hér og svo vantar svona umræðina hinum megin, sko, að stjórnmálamennir og stjórnvöld sem bera þetta ábyrgð á málinu,
að þau komi fram með eitthvað aðeins meira en bara einhverja svona frasa, svona einhvern veginn frasa sem að útskýrir ekkert að mér finnst og ég held að almenningi hann skilji illa það sem hefur verið útskýrt. Og þá bara og ástæð fyrir því að bara menn veigra sér við einhvern veginn að útskýra málið og bara og benda þá fólki á bara til dæmis, bara hér úrskurðin opinber, lesið það fullt af upplýsingum þar sem að útskýrir aðeins málið betur sko. Og þetta auðvitað hlutverk stjórnmálamanna og líka hins andlitslausa embættismann sem að ég auðvitað skila hefur ekkert verið að sækja vinnu við að vera í einhverju sviðsljósinu en það samt hlutverk embættismanna og starfsmanna í svona stjórnvöldum að stíga stundum fram og minnst það þannig ef það þarf að leiðrétta rangfærslu sko. Þá ber mönnum skylda til þess að koma aðeins umræðunni á rétt spor. En menn bara því miður veigra sér svolítið við því. Hvernig var að vera í þessu hlutverki að vera dómsmálaráðherra, því ég nefndi aðeins við fyrir viðtalið, þú varst dómsmálaráðherra, að vera í þessu sko því ég á svo erfitt með að skilja bara meiri sér fólk sem að nú bara frekar vel gefið og almennt bara ég kann, það einhvern veginn eins og dómsmálaráðherra hverju sinni sé bara eitthvað svona sérstakur mann óvinnur sem að sko á bakvið eitthvað tölvuskjá svona hlakki í honum að vera senda eitthvað veikt fólk heim til sín og mér er svona, nei, þú veist, við hljótum að vita betur, sko. Hvernig var að vera í þessu hlutverki? Já, og einhvern veginn, vera manneskjan sem verið að hatast úti þegar að þú veist betur, sko. Já, en sko, mér fannst það bara þetta sko kannski ég með eitthvað þykkari skráp en margir sko í þessu en það plagaði mig ekkert af því einmitt ég sko setti mig inn í málin og ég reyndi að svara fyrir það eins og ég sko mátti, það sem ég mátti gera og mér fannst það mikilvægt og ég hafði enga bara traust til allra undirstofnana og svona auðvitað þótt maður fylgdist með og kallaði eftir upplýsingum og svona þannig að en því ekki að neita að auðvitað fann ég fyrir því að það auðvitað sko dómsmálaráðuneytið bara mjög erfitt ráðuneyti. Það varðar sko persónuréttindi fólks, mikilvæg persónuréttindi fólks, mannréttindi heyrðu nú undir dómsmálaráðuneytið þangað til að fyrirverandi forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir heimtaði að fá það yfir í sitt ráðuneyti sko sem að ég held að fari ekki vel á því að hafa það þar, heldur að fari vel á því að hafa það í dómsmálaráðuneytinu þar sem að fjallað önnur einstaklingsréttindi. En gott og vel, en þannig að þetta og lögreglumálinu auðvitað bara viðkvæmur málaflokkur. Og það ekki bara dómsmálaráðherrann sem að sætir stundum svona einhverju aðkastið ámæli heldur líka lögreglan og stundum auðvitað alveg gagnrýni rétt á sér sko. En það ekki þannig að maður þurfa að kveiki í sér, þú veist, þá bara fara menn í það að skoða það og það leiðist og það hefur mjög mikið áunnist í eins og til dæmis eftirliti með störfum lögreglu og möguleikum fólks á að sækja sér rétt sinn, telja það á sér brotið, sko, af þessum stjórnvöldum sem að gleymum því ekki að fara með mjög miklar valdheimildir og það þarf auðvitað að hafa eftirlit með því. Að því í lögreglunni bara sko mannlegt fólk að bara ég og þú sko, við getum verið komið þangað á morgun og einhver annar hindaginn og auðvitað verða mistök þar eins og annars þar og það bara skiptir máli að menn nái bara að greina þau og bregðast við þeim og það hefur áunnist mjög mikið en það breytir því ekki að mér finnst stundum mjög ómálefnaleg og óvægin gagnrýni beinast að bæði undirstofnunum dómsmálaráðuneytisins og dómsmálaráðuneytinu og dómsmálaráðherra. Já, maður verður á hverjum tíma. Maður verður að hugsa aftur í tíman ég meina Hanna Birna náttúrulega rannast rökklast úr stjórnmálum út af aftur þessum málaflokki og verandi í dómsmálaráðuneytinu og svo Riki sest og þá hugsa maður hvað snerist þetta sko, var þetta bara eitthvað brjálaði tilfinningahiti og eitthvað læti og svo sest Riki og þá það var bara þrýstingurinn varð svo mikill sko og manni finnst eins og núna nýlegt dæmi með Helga Magnús og fleiri það eitthvað neginn oft settur svona eitthvað þrýstingur á dómsmálaráðherra þar sem að mann sá sem gegnir því embætti nána settur í þá stöða bara, þú veist, ég sé hvað ég á að gera samkvæmt lögunum en ef að tíðarandinn svona ætti ég þó kannski bara að gera hitt til þess að halda starfinu mínu. Einmitt, það bara það eru einmitt freistingarnar
sem að fólki þessar stöðu stendur frammi fyrir, sko. Hvað á maður að láta bara lítið á sig bera og reyna bara að gera eins og þeir sem að sko valdið hafa eins og þeim líkar, og þá á ég við kannski valdið sem þú veist, einhver almenningur eða pólitískur þrýstingur, sko. Þannig að þú veist, þetta verður þetta menna bara við og meta, en ég Þú tókst þetta aldrei inn á þig? Nei, ég tók þetta aldrei inn á mig. Og og hafði sjálfur sér bara gaman af sko þessum áskorunum að reyna einhvern veginn að kljást við þetta í rauninni, og það auðvitað mjög gaman og gefandi af því að eitthvað gott sprettur úr öllu, sko. Það er svona kannski mitt viðhorf til svona verkefna, þetta sprettur eitthvað gott upp úr því, þú veist, menn læra þetta alltaf eitthvað og það er hægt að horfa og breyta eitthvað til betri vegar. Og þegar ég segi betri vega, þá er ég samt ekki við það að maður sé endilega að breytingin verði í þá átt sem að kannski háværustu gagnrýnisrættirnar óskoðu, sko. Einmitt. Þú veist, það er alls ekki þannig. Heldur bara einhverjar aðrar breytingar, sko, sem að öll lætin hafa kannski beint sjónum að þurfi. Þannig að það er neini, þú veist, þetta er bara gaman og það þýðir auðvitað ekkert að vera í pólitík ef að menn ætla að taka eitthvað svona inn á sig og svona, enda hef ég aldrei upplifað, þegar ég var í pólitíkinni, sko, opinberlega, eins og maður segir, að ég upplifði aldrei neitt, sko, persónulega, aðkast eða skítkast. Það var bara á netinu og eitthvað? Já, ég meina og ekki einu sinni þar, sko, ég meina þú veist, mér fannst ekkert mikið það, ef ég á að segja alveg eins og Ok. Þú veist, ok, það getur vel verið að ég hef ekki séð það, en ég menna, þú veist, eitthvað sem bara, hún er brjálan og ömurlega og, þú veist, ég kalla það nú ekki, sko, ég kalla það ekki gagnrýni, Ég skilji. Og menn héldu ofta, ég get ekki frjálstöfu strók ef ég færi að kvöldi til henni í bæ, ég hef aldrei lent í neinu, sem að, mér fannst óþægilegt eða eitthvað svo leiðis, og ég bara mjög þakklátt fyrir það, en, já, þannig að Ég held það sé að það er góður punktur, sko, maður, upplifir, þú veist, að það er eitthvað svona veruleiki á netinu og eins og þú segir, og jafnvel sá veruleiki kannski ekkert eitthvað hræðilega harkalegur eins og í þinn garð, en segjum svo svona að sé eitthvað veruleiki þar sem er bara eitthvað ákveð, en svo einhvern veginn er miklu sjaldgæfara að fólk myndi einhvern veginn fara að koma að þér í persónu og þú veist, ráðast að þér og eitthvað svona, sko. Röflandi manni eitthvað, aldrei, og þeir sem vikur, það var yfirleitt bara með eitthvað jákvæð skilabóð, sko, eða eitthvað stuðningsyfirlýsingar eða eitthvað svoleiðis. En hvernig var, sko, COVID-tímabilið? Því þar varst þú svona, í mínum huga, og það var náttúrulega bara mín skoðun, þá varst þú rödd skynseminar á samt örfáum öðrum sem voru á þingi, og mér fannst svo skrítið, maður er að reyna einhvern veginn að talandi að vilja vera umburðarlindum maður, ég er að reyna, þú veist, maður reynir bara að virða það að aðrir sjá heiminn öðruvísi sem maður sjálfur, en heimsmynd mín er þannig, ef ég sagði bara mannkynssagan er vörðuð fasisma og við þurfum alltaf að vera að skoða hvort að stjórnvöld sé á leiðin í fasisma, en COVID-tímabilið sýndi manni að meirihluti fólks er greinilega ekki að hugsa það, sko. Hvernig var að vera inn í þinginu? Þú veist, fannst þér eins og það væri, að því ég upplýði bara að það er fullt af þingmönnum hann sem er að hugsa það saman og Sigríður og Brynjar en þau bara þori ekki að segja það. Var það þannig, eða var það þannig að fólk væri bara ekki að hugsa það saman þið? Já og nei. Sko, þetta var náttúrulega bara mjög merkilegu tími. Maður uppgötaði það því þú veist að tala sko eitthvað svona ofríki og svona að ég óttast, sko, eða kannski ekki óttast, en kannski er það bara gott svona í heildina fyrir heiminn, en mjög margir vilja bara ekki, ég ætla ekki að segja láta stýra sér, að láta stjórna sér, en þeir vilja bara fá einhverjar einfaldar leiðbeiningar í lífinu, þú veist, það er þannig, sko. Frá stjórnvöldum eða einhverjum skiluru og og geta einhvern veginn sagt sjálfur sér, ég ætla bara að treysta þessu og gera þetta, þú veist, það er mjög margir sem eru svoleiðis og í COVID var það bara þannig að kom mér á óvart í rauninni að kannski það máltæki svo beraðast krostir sem eru tríðan hafi átt mjög vil. Ég meni, ég hitti fólk sem að var bara frjálsíki fólk, sko. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvi.tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.